Jæja, við skulum kafa beint ofan í þetta. Velkomin í þessa yfirferð þar sem við ætlum að skoða gríðarlega mikilvægt efni úr tímaritinu Akhand Jyoti, hvernig á að stjórna reiði. Við förum í smá ferðalag í dag, burt frá þoku hinnar eitruðu reiði, beina leið í átt að tæru ljósi andlegs friðar. Þetta mun að sjálfsögðu krefjast þess að við skoðum okkar dýpstu tilfinningar af mikilli einlægni. Við skulum byrja á því að horfast beint í augu við vandamálið. Reiðin án efa, einn stærsti óvinur sem við mætum. Og hvers vegna það? Jú, vegna þess að hún í raun og veru bara eitur. Þegar við hleypum henni að, þá hefur hún beinlínis þann eiginleika að slökkva á þessu mikilvæga innri lampa hugans. Við glötum heilindum, við missum sjónarhornið og það einmitt þetta myrkur sem gerir reiðina svo gríðarlega hættulega. Hún bókstaflega blindar okkur fyrir okkar eigin, náttúrulega, friðsæla eðli. Fyrsti hluti, eitur reiðinar. Hinn ævaforna speiki algerlega sláandi hérna. Valmiki spekingur orðaði þetta nefnilega svo vel í söguljóðinu Ramayana. Reiðin óvinur lífsins og vegurinn til glötunar. Þetta virkilega umhugsunarvert. Sko, í miðju reiðikasti, þá bara engin samúð til staðar. Og engin miskunn. Reiðin skapar ekki neitt, hún byggir ekkert upp, hún aðeins eyðilegur. Eitt lítið andartak af stjórnlausri reiði getur skilið eftir sig svo djúp sár og bókstaflega opna dyrnar að algjöru andlegu hruni. Annar hluti, eyðilegging innra jafnvægis. Hér afhjúpar Bhagavad Gita sjálfa rót vandans. Reiðu kviknar nefnilega oftast út frá óuppfylltum löngunum okkar. Þegar heimurinn einfaldlega neitar að beygja sig undir okkar vilja og við mætum hindrunum, þá skapast núningur. Þessi stöðuga krafa að allt fari nákvæmlega eins og við viljum, hún elur af sér svo mikið ójafnvægi. Og hvað gerist? Jú, hún sviptur okkur þessu náttúrulega hógvæða eðli og umbreytir okkur í eitthvað sem við erum í raun alls ekki. Að vera raunverulega siðmenntuð manneskja, það krefst þess að við viðhöldum ljúfri og hógværi framkomu, jafnvel þegar að móti blés. Lífeðlisfræðilegu skemmdirnar af völdum reiði líka gríðarlegar, alveg eins og Dr. J. Esther hefur bent á. Hugsið ykkur, aðeins eitt stutt andartak af reiði brennir upp 1600 rauðum blóðkornum. Á hinn bóginn, ef við erum í friðsælu og rólegu ástandi, framleiðir líkaminn aðeins 1400 rauð blóðkorn á sama tíma. Svo við erum bókstaflega að brenna upp okkar eigin lífsorku og það miklu hraðar en líkaminn getur yfirleitt endurnýjað hana. Þetta, ef eitthvað, undirstrikar hversu ótrúlega græðandi innri friður raunverulega Aðalatriði hér þessi vægast sagt magnaða tala. Aðeins 15 mínútur. 15 mínútur af hreini og klári reiði eyðileggur lífsorku sem jafngildir hvorki meira né minna en 9 klukkustundum af erfiðisvinnu. Það sláandi staðreind. Maður getur verið algjörlega örmagnað eftir tiltölulega stutt reiðikast, einfaldlega vegna þess að líkaminn hefur gengið í gegnum slíkt álag að það samsvarar heildags líkamlegu puði. Og vitiði, afleiðingarnar rista ennþá dýpra. Hinn ævafornu vísindi Ayurveda líta á reiðina beinlínis sem faðir margra sjúkdóma. Þegar við rýnum aðeins í hvað raunverulega að gerast inn í líkamanum, þá sjáum við að mikil gallframleiðsla fer af stað. Blóðþrýstingur rýkur upp og eiturárif byrja að safna saman, sérstaklega í meltingaveginum. Þetta getur síðan valdið taugaþenslu og verkjum, eins og til dæmis iskjas. Ayurveda gengur meira að segja svo langt að útskýra að ef móðir stöðugt reið, geti það haft bein áhrif á brjóstamjólkina hennar og valdið krónískum magavandamálum hjá ungbarninu. Reiðin ýtir okkur beinlínis í átt að hálf taugaveikluð ástandi sem minnir margt bara á brjálæði. Þriðju hluti, andlega lækningin. Hér fáum við loksins virkilega áþreifanleg skref frá Yugrishi Pandit Sriram Sharma Acharyaji, beinlínis til að sefa hugan okkar. Skref 1, að taka djúpt hlé áður en við segjum nokkuð. Þessi litla pása, hún skiptir öllum máli. Hún gefur okkur nefnilega dýrmætt rými til að stíga skref aftur á bak. Skref 2, að æfa pranayama eða markvissa djúpöndun til að minnka streituna samstundis og dæla nýrri hreini orku inn í kerfið okkar, og svo að skref 3, innskoðun eða sálarleitt. Þegar hugurinn okkar orðinn rólegur aftur, þá getum við nefnilega hætt að kenna öðrum og frekar nota þennan endurnærða huga til að finna skynsamlegar og uppbyggilegar lausnir. Þegar þessi eftirsótta innri ró loksins fundin, þá skiptir alveg sköpum hvernig við tjáum okkur í kjölfarið. Lykilorðið hér einfalt, ákveðni en ekki árásargirni. Þegar hugsanirnar okkar orðnar skýrar, mælir textin með því að við komum okkar áhyggjum á framfæri, bæði beint og að mikilli virðingu. Við eigum auðvitað alltaf að standa með sjálfum okkur, en við gerum það án þess að kasta rýrð á eða meiða aðra. Í grunninn snýst þetta allt saman hrein og göfug samskipti.
Fjórði hluti, hugræn endurskipulagning og ljós. Grunnvallar lögmálið hér er bara svo fallegt og einfalt. Ljós rekur alltaf burt myrkur. Hugsum aðeins út í það, við getum verið aldrei að nota myrkur til að eyða öðru myrkri. Þessi hugmynd er djúpstæð en á sama tíma alveg opaslega auðskilin. Að geta fyrirgefið bæði sjálfum okkur og þeim sem koma að stöðunni virkar einmitt sem þetta bjarta, hreina ljós. Fyrirgefningin eflir bondina mill okkar. Hún leysir upp þetta hræðilega eitur reiðinnar sem við töluðum á áðan og hún færir öllum hlutateganda ríkulegan frið. Það er virkilega vert að staldra við og huglega vel þennan tímalausa sannleika frá Búdda. Sama hversu erfið fortíðin var, þá er alltaf hægt að byrja á nýju. Sko, stundum gerum við öll mistök. Stundum hækka maður róminn eða missir algjörlega stjórn á sér í smástund og það getur gerst, en textin minnir okkur á að þegar það gerist, þá eigum við einfallega viðurkenna það sem okkar mistök, fara beint aftur á andardrættinum og horfast í augu við að það þurfi bara að bæta fyrir brotið. Að biðjast afsökunar af raunverulegum heilindum er lykilatriði. Við getum alltaf leiðrist hefnuna og byrja upp á nýtt. Svo til að loka þessum hring, kynnir heimildin okkar lífsnauðsynlegt ferli sem kallast hugræn endurskipulagning. Við getum eiginlega litið á þetta sem ákveðna líkamsrækt, bara fyrir hugan. Hún gengur einfallega út á það að skipta markvisst og alveg daglega út þessum órökréttu, dramatísku eða jafnvel árásargjarnu hvötum okkar fyrir rólegar og skynsamlegar hugsanir. Jafnvel á fallegum dögum þar sem við finnum ekki fyrir neini gremju yfirhöfuð, þá ættum við samt að æfa okkur í þessu, því þetta þjálfar hugan stöðugt og skapar sjálfkrafa verðandi skjöld gegn reiði í framtíðinni. Áður en við vitum af verður þessi friðsæla jákvæðni bara okkar náttúrulega ástandi. Og með því erum við komin að lokum þessara djúpstæði yfirferðar okkar. Við höfum farið yfir það að sönn hugrekki felst alls ekki í hávaða eða látum, heldur í því að velja að skipta myrkrinu út fyrir ljós og kyrrð. Svo spurningin sem stendur eftir núna í lokin er þessi. Í hvaða aðstæðum ætlum að velja að tendra þetta bjarta innra ljós næst þegar stormurinn skellur á okkur? Megi guðlegt ljós leiða hugsanir okkar og gjörðir í átt að heimsfriði og sjálfskilningi.